Komið þið sæl. Ég vil bjóða okkur velkomin á sveitarstjórnarfund unga fólksins í Dalabyggð. Þetta fyrsta skipti sem svona fundur haldinn. Og það hérna 7 einstaklingar sem sveitarstjórn unga fólksins. Það liggur fyrir tillaga að Birna Rún Ingvarsdóttir sé oddviti og stýri fundi unga fólksins og að Þorkell Guðbrandsson sé fundarritari. Eru þið samþykk þessari tillögu? Hún samþykkt samhliða með öllum greiddum atkvæðum. Þá vil ég bara bjóða Birnu Rún Ingvarsdóttur velkomna í pontu og biðja hann að taka við sveitarstjórnarfundar unga fólksins. Velkomin á sveitarstjórnarfund unga fólksins. Á dagskrá eru 4 mál og við göngum til dagskráar. Fyrsta mál á dagskrá framhaldsskóladeild í Dalabyggð. Fræðslunefnd Dalabyggðar vísaði málinu til fundarins. Verið að kanna möguleika á að koma upp framhaldsskóladeild í heimabyggð. Einhver sem vill taka til máls? Dagný Viðarsdóttir ætlar að taka til máls. Oddviti og aðrir fundamenn. Ég komin hér til þess að ræða framhaldsskóladeild hér í Dalabyggð. Ég vil vekja athygli á að þótt ég sé til í að fá framhaldsskóladeild hingað, hef ég samt áhyggjur að hún verði ekki vel nýtt. Áður hefur verið framhaldsskóladeild hér en hún hætti því hún var ekki nógu vel nýtt, en þó má alltaf reyna aftur. Framhaldsskóladeild getur verið góð fyrir þá sem eiga erfitt með að aðlagast nýjum aðstæðum eða eru ekki tilbúnir að fara frá sveitarfélaginu sínu eða bara heiman. Hún getur líka nýst þeim sem eru undan eða eftir í námi í grunnskóla. Þannig skapa góð tengsl milli grunnskólans og framhaldsskóladeildarinnar. Þetta getur líka nýst þeim nemendum sem hafa kannski ekki efni á því að fara í framhaldsskóla. Þá væri þægilegra og ódýrara að sækja framhaldsskóladeild hér í sveitarfélaginu. Þar sem sveitarfélag okkar fámennt, verður mjög líklega alltaf fámennt í framhaldsskóladeildinni. Ef opnur framhaldsskóladeild hér mikilvægt að viðhalda félagslífi sem gæti orðið erfitt ef hún of fámenn. Þá gott að reyna að skapa tengsl við aðra framhaldsskóla á Vesturlandi. Þar sem það verða fáir nemendur mikilvægt að reyna að halda jákvæðum og góðum samskiptum milli nemanda og kennara. Það mun taka nokkur ár til að fá framhaldsskóladeildina alveg fullt, svo það verður að viðhalda henni þótt 1 árið séu engir nemendur. Með aðstöðu þá ég ekki alveg viss hvar hún getur verið en það finnst örugglega einhvað. Það með aðstöðuna til þess að hún verði betur nýtt spurning hvort fólk sem í fjarnámi við til dæmis háskóla eða önnur námskeið geti líka notið sér hana. Já, en eins og ég sagði áðan, þrátt fyrir hugsanlega verði ekki aðsókn í framhaldsskóladeild, þá tel ég það mikilvægt að þessi valmöguleiki unga fólksins sé skoðaður af fullri alvöru af sveitarfélaginu. Takk fyrir áheyrnina. Fleiri sem vilja taka til máls? Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls og þá greiðum við atkvæði. Þeir sem eru samþykkir því að vísa tillögu fundarins málinu til sveitarstjórnar Dalabyggðar gefa merki. Ég verð að gefa merki ef þeir eru samþykkir að málið haldi áfram til sveitarstjórnar og ef þeir eru ekki samþykkir að þá verður passa hundinu sinni. Og á ég þá að gera? Já, þeir séu afturkvæði atkvæði, þeir sem eru samþykkir að vísa málið áfram. Og það bara tillagan ég veit ekki hvað ég var að segja meira, sko. Og það einhver á móti? Já, einhver á móti. Og það bara... Það var samþykkum 3 atkvæðum og 4 sitja hjá. Ok. Þá
Þá annar dagskrárliður íþróttamannvirki í Búðardal. Sveitarfélagið hefur áform að kaupa upp íþróttamiðstöð í Búðardal. Einhvers vill taka til máls. Sigurvin Þórður Viðarsson hefur beðið að taka til máls. Oddviti og fundarmenn. Ég hægðst ánægður með að það eigi að byggja íþróttahús í Dalabyggð. Þetta eintómt vesen að þurfa alltaf að keyra inn á laugum til þess eins að fara í sund og stunda íþróttir. Þetta líka vesen fyrir skólan því að við þurfum alltaf að vera í Dalabúð í íþróttum. Þessi hugmynd hefur allt of lengi verið í framkvæmd og vil ég leggja til þess að við sendum þetta áfram til sveitarstjórnar. Fleiri sem vilja taka til máls? Dagný Sara Viðarsdóttir ætlar að taka til máls. Oddviti og aðrir fundarmenn. Það gæti verið gott að fá íþróttahús hingað í Búðardal þar sem væri styttra fyrir þá sem búa lengra frá laugum. Svo væri gott með sundlaug í íþróttahúsið að fá betri og dýpri sundlaug heldur en þeirri sem við erum núna með. Það erfitt fyrir okkur stærri og eldri nemendur, finnst mér, að læra að synda í þessari laug. Hún kannski fín fyrir yngri eins og fyrsta bekk, en mér finnst hún ekki nógu þægileg fyrir okkur sem eru eldri og stærri. Takk fyrir. Eru þá einhverju fleiri sem vilja taka til máls? Ok, þá greiðum við atkvæði. Ég alveg týnd. Nær að hjálpa mér. Vísa málinu til sveitarstjórnar? Já, þá greiðum við atkvæði það hvort við viljum vísa málinu til sveitarstjórnar. Þeir sem eru samþykkir réttið fund. Ok. Samþykkt samhljóða. Þá þriðji dagskrárliður úrbætur á skólalóð. Ungt fólk í Dalabyggð vill sjá úrbætur á skólalóð og Auðarskóla og áþreifingu á henni. Einhvers vill taka til máls. Benóný Meldal Kristjánsson hefur óskað eftir að taka til máls. Oddviti. Kæru fundagestir, ég heiti Benóný Meldal og ég ætla að leggja fram tillögur til úrbóta hvað getur breytt, lagað eða bætt við skólalóðina í Auðarskóla. Það vantar til dæmis boltapumpur í skólan því að flestir boltarnir eru loftlausir og ef þeir eru virkir boltar þá eru virkir krakkar. Gervigrasið á fótboltavellinum gamalt, slitið og hættulegt. Það vantar hitann undir hann svo að vera hægt að spila á veturna. Það þarf að endurnýja hann sem fyrst. Það ósk frá mörgum nemendum að fjölga rólunum á skólalóðinni. Það bara ein stór róla og það ekki nóg fyrir alla nemendur sem vilja fara í rólu í frímínútunum. Sumsstaðar á skólalóðinni malbyggi orðið skemmt og það slysahætta að því að til dæmis á göngustíginum frá skólanum og matsalnum. Að lokum vil ég benda til að mála þarf línur á körfuboltavöllinn til að auka skemmtunina á honum. Takk fyrir áheyrnina. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þá greiðum við atkvæði þeim sem vilja vísa því áfram til sveitarstjórnar. Þeir sem eru samþykktir gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá það fjórði dagskrárliður. Umhverfi og ásýnd í Dalabyggð. Ungt fólk í Dalabyggð vill að ásýnd Dalabyggðar verði bætt og umhverfi í sveitarfélaginu sinnt betur. Einhvers vill taka til máls. Alexandra Agla Jónsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Oddviti og fundarmenn.
Dalabyggð er fallegt sveitarfélag. Það er gott að eiga heima í því og skemmtilegt að ferðast það. Það er samt þannig að það eru nokkur opin svæði sem heyra undir sveitarfélagið sem mætti sinna betur. Sem dæmi eru skemmtilega gönguleiðir bæði inn í Búðardal og í dreifibílnum en það þarf að sinna þeim. Til dæmis að bera ofan á göngustíga, merkja gönguleiðir betur, lagfæra það sem hefur runnið úr þeim og svo framvegis. Annað dæmi er líka svæði þar sem frisbígólfvöllurinn er. Það er ekki mikið snyrrt í kringum hann sem gerir erfitt að nota hann. Það er leiðinlegt að eiga hlut sem ekki er hægt að nota almennlega. Allir íbúar þurfa að passa sig að henda rusli í ruslatunnunar svo við höldum umhverfinu hreinu. Ef við pössum öll að hafa snyrtilegt í kringum okkur er auðveldara að hafa hreint og fallegt sveitarfélag. Ég vil leggja til við fundinn að við sendum sveitarstjórn Dalabyggðar tillögu. Ungt fólk í Dalabyggð hvetur íbúa til að hafa snyrtilegt í kringum sig og vilja að sveitarfélagið sinni umhverfinu okkar til að ásýnd þess verði til fyrirmyndar og að allir geti notið þess að búa í Dalabyggð og líka ferðast það, hvort sem það eru íbúar eða gestir. Eru fleiri sem vilja taka til máls með þetta? Benóný Meldal Kristjánsson, gerðu svo vel. Með umhverfið. Það er hægt að lýsa upp gönguleiðina frá mjólkurstöðinni að skólanum svo krakkar veturnar sem vera að labba í skólan týnist ekki. Nei, detta ekki. Þá greiðum við atkvæði það hverju vilja senda þetta áfram til sveitarstjórnar. Og þeir sem vilja það ekki, þá er það samþykkt með 6 atkvæðum. Þá er dagskrá fundarins tæmd. Ég þakka fulltrúum fyrir góðan fund og segi fundi slitið.